svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitarfélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Í þessum fyrsta þætti ætlum við að leggja áherslu á nautgriparækt og mjólkurframleiðslum. Við förum til Hríseyjar, heimsækjum MS á Akureyri, kynnumst kornrækt í Eyjafirði og matarmenningu í Mývatnssveit. Þetta er náttúrulega mjög stórt svæði og hér er náttúrulega bæði fjölbreyttur og mjög breytilegur landbúnaður ef við horfum bara á einstaka hluta af þessu svæði. Og við kannski getum að byrja þá, ef við tökum Eyjafjarðarsvæðið, að hér er kannski megin þunginn í landbúnaðinum er í mjólkurframleiðslunni. Við getum kannski tekið sem dæmi að á öllu svæðinu eru það bil 6.000 mjólkurkýr og hér þá eru kannski rúmlega 4.000 af þeim staðsettar hérna. Þannig að hér er kannski mjólkurframleiðsla til dæmis megin uppistaðan í landbúnaðinum en auðvitað eru mikið af sauðfjárbændum líka og hér er kannski svolítið fjölbreyttur landbúnaður ef við horfum á það þannig. Hér finnast loðdýrabú og svínabú og alifuglabú. Svo hins vegar kannski ef við förum að færa okkur aðeins austar að þá í Suður-Þingeyjarsýslunum þá er það aðeins blandaðra. Þar eru bæði mjólkurframleiðendur og svo líka þá náttúrulega kindakjötsframleiðendur eða lambakjötsframleiðendur, sauðfjárbændur. Þannig að eftir því sem við förum austar þeim mun kannski meira verður vægið á sauðfjárræktinni í landbúnaðinum. Og svo þegar við erum komin á svæði eins og í rauninni Norður-Þingeyjarsýslu þar sem að sauðfjárrækt er í rauninni kannski orðin algjör undirstaða í landbúnaði á því svæði. Og þetta kannski þetta endurspeglar svolítið í samsetningu búanna og hvernig ef við horfum bara á hvert svæði fyrir sig. Leiðin liggur á bæinn Hofsá í Svarfaðardal, nærri Dalvík, en þar er ekki stórt kúabú. Búið hefur verið á Hofsá frá aldaöðli og hefur bærinn verið í sömu fjölskyldu í meira en öld. Trausti Þórisson er annar tveggja bænda á Hofsá. Já, við erum fjórði ættliður sem búin hér núna sem stöndum á búskap og langafi konuna mínar keypti Hofsá aldamótin 1900 og svo ætt hefur búið hér óslitið síðan. Og hvers konar búskap eru þið með hér? Við erum með 60 kýr, framleiðum 300.000 lítra á ári og 100 kindur. Svona til gamans. Svona til gamans? Já. Og hvernig er daglega vinnslan hjá ykkur? Ég kem hérna þegar það er bara mjaltir fyrir að bíða hérna með þessa síðustu. Við erum að ljúka morgunmjöltum og ljúkum þessum yfirleitt 10-leytið. Og síðan er bara farið inn í morgunkaffi og svo er bara tekið á verkum dagsins og þau eru náttúrulega síbreytileg. Í hverju felast þau? Það er þetta hefðbundna viðhald og það þarf að gefa skepnum og fylgjast með og borga reikninga og allt þetta. Þetta er náttúrulega bara fyrirtæki? Já, þetta er fyrirtæki. En það er sem sé tölva sem heldur utanum bæði rennsli á mínútu og hvað kemur mikið úr þeim. Og síðan er móðurtölva frammi sem heldur utanum allar þessu upplýsingar. Þetta er náttúrulega matvælaframleiðsla, þannig að það hljóta að vera mikla kröfur gæði. Já, og það eru í raun og veru alltaf að aukast. Og ég það sé bara eins og í fiskvinnslunni og öllum þessum geira að kröfurnar eru alltaf að aukast. Og þegar kröfurnar aukast, það náttúrulega kostar pening. Það kostar eitthvað, en við verðum bara að taka á því. Já. Við verðum að standa okkur, við erum að framleiða matvæli. Þetta er náttúrulega ákveðin sérstæða í svona framleiðslu að Mjólkursamsalan hlýtur að kaupa langmest af vörunni. Hvernig gengur þessi keðja öll? Er þetta allt saman að virka? Já, þetta virkar mjög vel. Mjólkursamsalan er náttúrulega tilneydd að kaupa alla okkar framleiðslu sem er innan greiðslumarkskerfisins og umfram mjólk hefur hún borgað eftir því sem markaðurinn kallar á og núna í ár mun Mjólkursamsalan borga alla umfram framleiðslu í landinu með fullu verði. En þið hljótið eins og aðrir að kalla á að hærra afurðaverð? Að sjálfsögðu gerum við það, en við erum nú hógværir frekar. Fengum nú örlitla hækkun núna 1. október og það munar það vissulega. Því að reksturinn er þungur, rekstrarvörur hafa hækkað gríðarlega, sér í lagi áburður og olía.
Mjólkursamsalan er rekstrarfélag mjólkuriðnaðarins á Íslandi og er í eigu rúmlega 700 kúabænda land allt. MS á Akureyri tekur á móti mjólk frá 171 mjólkurframleiðanda á Eyjafjarðarsvæðinu og í Þingeyjarsýslum. Kristín Halldórsdóttir er mjólkurbústjóri á Akureyri. En lýstu því aðeins fyrir okkur, MS, er þetta fyrst og fremst þjónustufyrirtæki eða landbúnaðarfyrirtæki eða hvort tveggja? Þetta er eiginlega bæði. Við höfum samskipti við bændur, þeir eru okkar stærsti byrgi, aðalhráefni kemur frá þeim og svo erum við með framleiðslu á vörum og dreifingu þeirra. Við neytendur hugsum kannski mjólk bara sem mjólk, en það er nú kannski ekki alveg rétt. Er einhver sérstaða við mjólkurframleiðendur til dæmis hérna á þessu svæði frá Siglufirði til Bakkafjarðar? Já, við getum alveg sagt það að mjólk er ekki bara mjólk, það er alveg rétt og hún þarf að vera að góðum gæðum. Við erum mjög stolt af okkar framleiðendum af því að við getum sagt sem dæmi, það eru veitt verðlaun fyrir úrvalsmjólk árlega hjá Mjólkursamsölunni og stærstur parturinn af framleiðendum eru á okkar samstöðu. Þannig að við erum mjög ánægð með það. Nú er starfseminni hérna á Akureyri, útibú frá höfuðstöðunum í Reykjavík. Hverjir eru svona kostur og gallar þess helst? Kosturinn er nálægðin við bændurna. Það er svo stutt fyrir okkur að sækja hérna í næsta nágrenni mjólk. Við getum þess að stýrt tísvaldið, getum sótt oftar það sem er styst að fara og þannig að það er ótvíræður kostur. Við erum vel í sveit sett með það. En þetta hlýtur að vera líka dálítið erfitt jafnvægi. Það eru náttúrulega bændur öðrum megin sem væntanlega verið að fá hærra verð fyrir vöruna sína og svo ertu með neytendur hinum megin sem vilja náttúrulega borga sem allra minnst. Er þetta sífellt svona barátta eða maður ímyndar sér að svona umræðan landbúnað að bændur tala bágan hag sinn og neytendur líka? Já, þess vegna erum við nú að standa í því að hagræða. Við höfum verið núna síðast þetta ár hefur verið mjög mikið umhleypinga ár hjá Mjólkursamsölunni og við höfum verið að færa til framleiðslu til að hagræða í rekstrinum til að geta mætt því að greiða bændum sem hæst verð og vöruna að selja hana á sem lestu verði. Þannig að þetta er bara liður í því að vinna með bændum og neytendum. Það er komin upp alveg ný staða í mjólkurframleiðslu í landinu. Greiðslumarkskerfið var sett á fyrir margt löngu síðan til þess að taka á offramleiðslu og það tókst svo sem bærilega en nú er komin upp svo staða að salan hefur aukist gríðarlega, sér í lagi á fitu og nú étur fólk smjör út í eitt, virðist vera og ég get nú til dæmis sagt frá því að það er 20–25% aukning í smjörsölu núna á síðustu 2 mánuðum miðað við sama tíma í fyrra. Þannig að það mætti halda að þjóðin væri öll komin á lágkolvetnakúrinn. En þetta er tækifæri sem fyrir okkur framleiðendur að auka framleiðsluna og drýja tekjurnar. Ýmsar hindranir eru þó í veginum í mjólkurframleiðslu og eru júurbólgur tíður en óvelkomin gestur á íslenskum kúabúum. Ásdís Erla Gísladóttir er hinn bóndinn á Hofsá. Já, það er alltaf verið að glíma við júurbólgu í kúastofninum. Þá þýðir það bara ekki nógu góð mjólk úr einhverju kú eða einhverju júurhluta. Og það þarf bara að vanda sig mjög og þetta er mjög dýrt. Það verið að pensilín meðhöndla og fá dýralækni eða bara drepa kýrnar og svo náttúrulega minkar í þeim þegar þær fá júurbólgu og það er mikið tap. Þannig að það er verið að vanda sig við mjaltir á þeim kúm sem maður vill eiga og eru kannski ekki alveg þarna nógu góðar. Þegar þú segir vanda sig við mjaltirnar, hvað þýðir það? Tæma þær. Já, það er aðmálið gegn júurbólgunni. Það er að tæma úr júurhlutunum sem ekki eru í lagi. En meðan hún er alveg heilbrigð er allt í lagi að verða eftir í júran á henni. Þegar það er ekki í henni júurbólgan. Og er þetta eitt af þessu erfiða við
að vera í þessu mjólk? Það fer mikil tími í þetta. Við erum alltaf lengi að mjólka hérna, finnst mér, og ekki síst út af þessu. Næst liggur leiðin til Hríseyjar sem nú tilheyrir Akureyri, en eyjan oft kölluð Perla Eyjafjarðar. Hrísey 8 ferkílómetrar að flatarmáli og næststærsta eyjan við Íslandsstrendur, á eftir Heimaey. Hrísey bæði þekkt sem vinsæll ferðamannastaður, en ekki síður fyrir að vera einangrunastöð fyrir gæludýr og nautgripi. Ólafur Pálmi Agnarsson framkvæmdastjóri á Holdu EHF, en hann ræktar nú nautgripakyn í Hrísey sem kallast Galloway og kemur upphaflega frá Skotlandi, en það þykir nokkuð sérstakt. Það vantaði til landsins kjöt meiri gripi og til blöndunar við íslenska kúakyni sem hefur búið að blanda þessu íslenska kúakyni mikið, en svo eru náttúrulega aðilar sem eru eingöngu í þessum holdagripum sem þá Galloway, og svo voru fluttir inn til landsins fósturvísar 95 af Aberdeen Angus og Limousin sem hefur svo verið dreift landið, afkvæmi frá þessum gripum og sætt með líka sko. Og hvers vegna Hrísey? Þetta eyja og hér voru kindur til 72 með minnir, þá voru þær allar lóað og út af þessu. Og þetta þótti bara gott, hér var eyja og hér var svona, þú veist, ekki ágangur af öðrum búfjörningi. Það náttúrulega strangar reglur, það ekki dýrahaldi yfirleitt í einu? Jú, það eru svolítið strangar reglur, en það náttúrulega mega vera bæði hundar og kettir og svoleiðis sko. En önnur þar sem þú mátt ekki koma með kindur til dæmis, út af því að þessi starfsemi á staðnum sko. En er kjötið sérstakt? Kjötið þetta kjöt meiri gripir og minni fitt á meira kjöt. Þeir stærri vöðvar, meiri vöðvar. Þetta er hraðavaxtara kjöt og stækkar hraðar þessi gripir. Þú sér að það eru kálfar. Þessi hann er til dæmis 5 mánaða. Æi. Þeir eru þetta svona elstu kálfarnir frá á þessu ári, þeir eru 6 mánaða. Já. Svo er þessi, hún er tvítug og hún átti kálf í vor. Þessi gamla Þessi gamla, bara litum að því það. Þú ert svo mikil. Hvað ertu með marga gripi? Það eru 38 gripir núna. Voru 15 kýr sem báru í vor. Verða sennilega 20 kýr sem bera næsta vor. Og það er svona stemt að því að haustið 2015 þá geti verið þegar við setjum inn, þá geti það verið svona 60 gripir á vetrarfóðri. Eitthvað svoleiðis. Þú ert svolítið frek. Það virðist líka gagnast. Já. En hvað er síðan hægt að bragða kjötið? Það er náttúrulega sko, við erum svo sem að slátra sára litlu vegna þess að við erum að byggja þetta upp og við erum aðalega að selja lifandi gripi, þá naut til kynbóta annars staðar á landinu. Við náttúrulega erum á alveg hreinu svæði, þannig að við megum selja hvert á land sem er. Og höfum flotið á því svona hingað til, en eftir næsta ár þá reiknum við að við förum meira í kjötframleiðslu. Það er verið að auka ræktunarland og tún og svona, þannig að sé hægt að hún reynir að éta hann. Já, þannig að þið farið meira í það þá? Já, það svona er sko, þegar eru svona, það þurfa að vera svona 30 kýr bornar á ári, þá er þetta jafnvel orðið bara starf fyrir einn að hugsa um þetta. En það er ekki það í dag? Nei, við erum allir í annarri vinnu og þetta er svona eins og maður segir, sko, þetta er svona meira hálfgerð gæludýr heldur en kannski. Já, þannig að það er kannski svona eins og er, sko, en það er til dæmis með þessa gömlu, meðan að hún hefur heilsu þá fær hún að lifa. Já.
Heyrist alltaf svona mikið í þeim? Nei, ekkert svo sem. Það að vonast til þess að fáum alltaf í hver einustu viku inn í Víkingbrugg. Bjórhrattir. Sem sagt, kollin búið að sjóða. Og það getur komið inn í þessari viku. Það að bíða eftir því, sko, að koma eitthvað. Ég heyri það bara að segja Víking. Það svona orðið svona, það svona. Og svo náttúrulega komin líka þessi tími, þá þarf að fara að gefa þeim með, sko. Hei bara þar. Eða hleypa þeim bara hérna norður fyrir og það beita það. Kornrækt hefur verið stunduð á Íslandi allt frá landnámi. Í gegnum tíðina hafa köld veðurtímabil hins vegar haft þau áhrif að kornrækt hefur lagst af og leið sú þekking sem bændur höfðu. Nú hefur kornrækt hins vegar verið stunduð óslitin í rúmlega 50 ár eða frá árinu 1960. Það má með sanni segja að kornrækt hafi að mestu leyti verið drifin áfram af áhuga, en þennan áhuga má til dæmis finna hjá Óskari Kristjánsinni í Grænuhlíð í Eyjafjarðarsveit. Ekki vissi neitt kornrækt og skurðavélar aðra en það maður átti tekningu á þessu sem lítið barn. Svo fengum við vélina og tók 3 tíma að koma inn í gang. Og þá var þetta svona upphafi og svo þetta bara búið að vaksa svona og ef maður lítur tilbaka. Og til dagsins í dag þá þetta orðið svona með þeim hætti sem ég í upphæði sá að verða þyrfti. Það segja, vélarnar eru fleiri og mennin fleiri. Landið stærra og betra. Og svo menn að læra þetta bara betur og betur. Ég nú búinn að vera það lengi, ég get nú svona orðið lesimoldi. Nú? Já. Hvernig lestu hann? Sko eftir að maður búinn að vera bóndi í 40 ára þá veit maður hvað maður er að gera. Það taktu moldin og horfa á hana. Þá getur maður aðeins spáð í það. Þessi mold gefur svona mikið hinn meira. Mýri, móar. En það bara kemur inn í kollin á mann. Þannig að þú bara tekur lúku og getur... Til dæmis. Já. Og er það litur eða lykt eða áferð eða bara kannski tilfinning? Tilfinning. Já. Reynsla. Tilfinning og reynsla. Já, eitthvað svoleiðis. Já. En eins og í dag, hvað eru þið að uppskera mikið magn á ári hverju? Ef að landið er lélegt þá fáum við lítið. En mest hef ég fengið rúma 6 tonnar hektar á völdumstað. En svo var nánast ekki neitt. Gæsin er mikill skaðvaldur og áltinn. En kornið sjálft, hvers konar korn er þetta og í hvað nýtist það? Þetta er sem fyrst og fremst handa kúnum. Ekki mikið til manneldis? Nei, ekki hérna sko. Maður pröfaði þetta úti en það er svona. Borðarðu það sjálfur? Jú. Já? Það var oft gert og bakaði og þessu og svona haft í kjötsúpu og svona. Jæja, hvað erum við hér? Þetta er byggið, þurrkað og alsað eða þetta fór í gegnum hamragull. Og svona gefum við þetta. Svona gefur skepnunum? Já. Og þetta þykir þeim norskæti alveg? Já. En hvað ertu með hérna? Og þetta er aftur óvalsað. Já. Og bara sem þetta á eftir að fara í gegnum vélarnar. Já, þannig að þetta er svona fyrir og eftirbyggt. Já. Og þetta er alls það hægt í rýmni. Þetta vex alls það. Ekkert að því. En til þroska það er ekki alls það hægt. En þó á miklu fleiri stöðum en menn héldu. Hann var alltaf að tala um köldu kinn fyrir austan. Þeir rækta korn þar. Í þessari köldu tíð. Fyrst það er hægt þá hvað? Þetta er alls það hægt. Það vex.
Náttúra og veðurfar skipa skiljanlega mikinn sess í lífi og starfi bænda og náttúran getur stundum verið óvægin. Því fekk Óskar og hans fjölskylda að kynnast þann 20. desember árið 2006. Þá féllu aurskriður úr hlíðinu ofan við bæinn. Ein skriðan jafnaði gamla fjósið við jörðu og lenti auk þess á íbúðarhúsinu og fór inn í það. Skepnur drápust og þótti það mikil mildi að ekki varð mannskaði. Það var mikið verk að koma öllu í sama horf eftir að skriðurnar féllu. Óskar segir íbúa í Eyjafirði í kjölfarið hafa sýnt þeim einstakan samhug og aðstoðað í hvívetna. Það komu allir með sínar bestu og dýrustu og flottustu vélar til að hjálpa okkur. Og ég hef aldrei getað þakkað neina manni svo vel fyrir að ég sé ánægður. Sama hversu oft. Þeir gerðu allir sem þeir gátu og maður getur ekki deila sagt. Þetta kannski lýsandi fyrir Eyjafjarðarsveitina, hvernig allir stóðu með ykkur. Jú. Þetta var það. Til að ljúka yfirferð okkar ýmsar hliðar nautgriparæktar á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar ætlum við að beina sjónum okkar að afurðum beint frá býli. Vogarfjós í Mývatnssveit hefur skapað sér nokkra sérstöðu í ferða- og veitingaþjónustu á svæðinu. Sérstaka athygli vekja heimagerðar afurðir á veitingastaðnum. Fjósið sjálft vekur ekki síður athygli en sum borðin á veitingastaðnum eru staðsett við glugga inn í fjósið. Ólöf Hallgrímsdóttir er gestgjafi í Vogarfjósi en það hefur verið í eigu sömu fjölskyldunar kynslóð eftir kynslóð í 120 ár. Þetta er hérna mjaltabásinn, þar sem við mjólkum kýrnar og þar sem við ákváðum að opna búið fyrir gestum og gangandi og leyfa fólki að koma bara inn á sveitabæ bara eins og hann bara er. Og fólk getur komið hérna þegar við erum að mjólka til dæmis og fengið volgamjólk í glas og það eru mjög margir sem að vilja það. Eiginlega miklu fleiri heldur ég átti von á. En hvernig finnst fólki að fá volgamjólk? Finnst þetta í alvörunni gott eða? Já, mjög margir. Og ég, þegar til dæmis að við erum búin að fá svona ýmsa sem eru frægari en aðrir og Rockefeller fjölskyldan, hún kom hérna, sá gamli varð áttræður og hann kom hérna með bauð fjölskyldunni sinni til Íslands og kom hérna í fjósið og hann kom og hann vildi ekkert fá að smakka í svona pínulítið glas. Hann vildi bara fá volgamjólk í stórt glas og hann drakk það alveg, hann sötraði, honum fannst þetta æðislegt. Og já, auðvitað líka til fólk sem finnst þetta ekki gott. Einhverju sem kúast kannski? Nei, fólk felur það þá allavega. En þið eru náttúrulega með veitingarekstur hérna og þið eru með fleira heldur en mjólkina? Já, við notum allt okkar kjöt á búinu. Við erum bæði með nautgripi og kindur og við notum allt okkar kjöt á veitingastaðnum. Hvað, þið eru með kjötið, mjólkina? Já, við erum með kjötið og við erum með mjólkina og við búum til osta á búinu og við reykjum kjöt og við reykjum silung. Já, svo þegar ég hef ekki undan að framleiða reykta silung þá get ég leitað til bændana hérna og þeir aðstoða mig og ég held að það sé bæði gott fyrir þá og frábært fyrir mig líka. Og finnurðu fyrir því að þetta skiptir ferðamanninn augljóslega miklu máli að maturinn sé hérna úr umhverfinu? Já, mér finnst það. Mér finnst það. Við reynum að kynna það á matseðli og starfsfólkið reynir að fræða gestin hvað við erum að bjóða upp og mér finnst ég finna að það skiptir verulega miklu máli. En hvað með okkur Íslendingana? Það er náttúrulega mikið talað beint frá bíli bara hugmyndafræðina að sleppa milliliðunum og vita uppruna fæðunar. Jú, mér finnst það líka alveg, það er heilmikið að breytast og við erum að verða svo miklu meira meðvituð það hvað við borðum og hvað við viljum borða. Það er ekki spurning. Ég veit að skiptir eitthvað gríðarlega miklu máli að þetta sé allt unnið eins mikið og hægt hérna á staðinu. Já, allt sem er á matseðlinum hjá okkur, það reynum við að hafa frá héðan af svæðinu og einn liður í því til dæmis bara að við bökum allar kökur sem er boðið upp á hérna. Og komum okkur, við vorum að byggja við í síðastliðið vor
og í því var meðal annars lítið bakari til þess að bæta vinnuaðstöðuna og geta verið betur í stakk búið til þess að einmitt að annað því að baka allar kökurnar. Þannig að hér eru engar innfluttar kökur og eru bara búnar til á staðnum. Og hakkið? Og hakkið, já, kjötbollarnar sem eru á matseðlinum, þær eru búnar til frá grunni hér. Þannig að við reynum og það er líka mikilvægt að kjötið er frá bænum og af svæðinu og þar koma bændurnir kannski stundum líka inn mér til aðstoðar. Og þú greinilega reynir að ná í hráefni svona eins nálægtir og hægtir. Ekki bara, kannski þetta er náttúrulega eigur augljóst að upplifun ferðamannsins og ég get bara ímyndað mér allavega með mig sjálfa þegar að ég veit hvað matur að kemur, það verður eitthvað öðruvísi upplifun, en kannski líka bara praktískt að leita ekki langt yfir skammt. Það er akkurat það, að leita ekki langt yfir skammt og líka það að við hugsum það að fólkið á að ferðast lengri leiðir til þess að koma og fá að njóta en maturinn á að ferðast sem stysta leið og til þess allt grænmeti sem við erum að nota erum við að fá frá Hveravöllum. Þeir eru að rækta til dæmis alveg frábært grænkál sem við erum að nota í salatið okkar og reykhúsið og þar einmitt leggjum við mjög mikla áherslu á að halda gömlum aðferðum það. Ég er mjög stíf á því að eldurinn er á gólfinu en ekki, það er enga nýtísku aðferðið þar. Þar er allt eins og var fyrir bara hefur verið alla tíð. Og þú varst að tala að það væri jólin allt árið kring hjá þér? Já, nú eru jólin allt árið kring hér því að við erum að reykja kjött allan ársins hring. Þetta er náttúrulega svo mikið breytt því að maður var bara að reykja hangikjöt fyrir jólin. En núna þarf að vera til annað eftirspurninni þá þurfum við að vera að reykja allt árið því að við erum með hrátt hangikjöt á matseðlinum sem er mjög vinsælt. Í næsta þætti höldum við áfram að fjalla landbúnað á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Þá hittum við sauðfjárbónda í Þistilfirði, heimsækjum kjötvinnslu á Kópaskeri, förum í gróðurhús á Hveravöllum í Reykjahverfi, heimsækjum Norlenska á Húsavík í miðri sláturtíð og hittum sóknaprestin í Skeggjastaðakirkju rétt við Bakkafjörð sem er sauðfjárbóndi í tómstundum en hún var að mála þakið á fjárhúsinu bleikt þegar okkur bar að garði. Hefur ekki bara kíkja til Bakkafjarðar? Jó, það er nú til valja enda þarf ég að fara í búð til Björns og svona gengur nú lífið fyrir sig hér. Já.